Já, Pétur, 2-1 á móti Þrótti hérna heimavelli, bara þín fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Mér finnst þetta bara flottur leikur hjá tveim góðum liðum í bestu deildinni og þannig að mér finnst þetta bara skemmtun fyrir áhorfendur held ég. Það var svolítið rólegt hjá okkur í fyrri hálfleik. En mér finnst þið fara út í press í seinni hálfleik og gerðu svona frekar svona valsleik úr því, fannst mér. Og mörkin sem við skoruðu voru mjög góð og sérstaklega annað markið. Svo segir þetta svona frekar rólegt í seinni hálfleik, þið komið frekar rólegt í fyrri og komið sprækár út í seinni. Þú lítur að vera sáttur með svona svarið og líka varamennina sem koma inn. Það er komað með svona góðan blæ inn í þetta. Já, allir varamennir komið vel inn og gaman að sjá Amundu koma inn og sjá hvað hann góð í fótbolta. Eins og svo margir aðrir hjá okkur í þessu liði. En jú, það var gaman og gott að vinna þennan leik og eins og ég segi, þetta er erfiður leikur á móti Þrótti og Þróttararnir eru með frábært lið. Þið hafa verið svona hvað duglegust í glugganum að fá en leikmenn, eru samt ekki með fullan bekk í dag. Hver er svona staðan á hópnum ykkar? Halda allavega við séum með 30 leikmenn en ég ætla að segja ykkur núna, við erum bara búin 17 í dag sko. Malla var meidd í dag og þannig að vonandi verður hún klár í næsta leik. Þið Stjörnuna í næsta leik, hvernig svona leggst það í þig? Bara vel. Við spilum held ég 5 útileiki í röð en nú fáum við 2 heimaleiki í röð þannig að það er kannski það besta við að við getum spilað aftur á heimavelli. Þið komið svona vel út á þessari pásu sem að þið fenguð 7-1 í síðasta leik og svo vinnið hérna toppslag. Þið hljótið að horfa það að fara vel inn í úrslitakeppnina. Já, það hefur alltaf verið markmið hjá Val og er alltaf og verður alltaf markmið að vinna þennan titil. Það hefur alltaf verið og það er engin breyting á því.